Tjörfi Bjarnason og starfa hjá Matlandi. Við erum að selja ykkur hamborgara og ribbæ og fleira gott. Og hvaðan kemur kjötið? Jú, það kemur úr sveitinni. Við erum komin hér að Glitstöðum í Borgarfirði. Bifröst hérna rétt hinum megin við þjóðveginn. Og þar búa hjónin Guðrún Sigurjónsdóttir og Eiður Ólafsson. Við ætlum að kíkja til þeirra og fræðast aðeins búskapinn, búskaparhættina og hvernig þau fara að því að búa til þetta frábæra kjöt sem fæst á Matlandi. Það búin að vera samfelld búsetta hérna á Glitstöðum hjá sömu fjölskyldunni síðan 1927. Það fluttu afi og amma frá Þjóðarhlíð hingað yfir að Glitstöðum og hófu búskap hérna. Hér hefur alltaf verið kýr og kindur og þau voru reyndar með hesta líka og það voru hestar aðeins, ég man aðeins eftir hestum fyrst en þeir hættu nú fljótlega með þá eftir að það var hægt að hafa einhver notað þeim. Aðaláherslan hérna er á mjólkurframleiðslu. Það var það nú kannski ekki endilega alltaf því að það voru fleiri kindur hér áður fyrr. En núna er þetta mjólkurframleiðsla fyrst og fremst og svo höfum við verið að selja aðeins kjöt svona beint frá bíli líka með fram af nautgripunum okkar og reyndar líka af lambakjöt og kindum. Það hefur alltaf verið svolítið kvennaríki hérna á Glitstöðum segjum við sko að við amma áttu 5 stelpur og þær máttu náttúrulega bara hjálpa til í öllu hér eins og karlmenn segir maður í rauninni bara því þær voru hér í útiverkunum og við ekki síður síðan. Þannig að jörðin gekk síðan til mömmu sem var yngsta systirinn og þau voru með búskap hér, hún og pabbi. Allar kynslóðirnar hafa byggt upp hérna og það sem við höfum verið að gera er núna síðast að gera við Eiður. Við vorum að breyta fjósinu hjá okkur í lausgöngufjós með róbót. Allt okkar fóður, allt sem við gefum gripunum er heimaræktað. En svo höfum við líka keypt íslensk bygg sem við teljum að sé mjög gott bæði verður kjötið svona meirara og mikra og við fáum líka efna meiri mjólk. Skiptir miklu máli. Það sem okkur finnst nú aðaláherslan í því að ná góðri vöru á markað er rólegheit í kringum skepnurnar og svona umgangast þær af virðingu og í rólegheitum og passa upp á að þær hafi alltaf bara nægt og gott fæði. En það er hérna fyrst og fremst grundvöllurinn að þessu öllu eru rólegheit og reglusemi. Glitsstaðir eru hérna móti Bifröst og Grábrók sunnanmegin í Norðurárdal. Þegar ég var að alast upp hérna þá voru hérna einhver 12-14 kúabú og yfirleitt blöndubú með kýr og kindur. Nú er orðin 2 bæir eftir með kýr hér. Það eru Glitsstaðir og dýrastaðir. Þannig að samfélagið í kringum landbúnaðinn hefur svolítið breyst. Það er svo sem það sem flestir þurfa eða eiga svona sæmilegt hérna, það er Norðuráin og veiðifélag Norðurár. Það eru allir landeigendur aðilar að því félagi. Norðuráin rennur hér náttúrulega og er gjöful og falleg og eftirsóknarverð. Mikið svona félagsskapur í kringum það og sameiginlegt með öllum sveitungum. Þú getur farið inn á matland.is og fundið matvörur sem eru framleiddar á Glitstöðum. Við bjóðum meðal annars upp á hamborgara, hakk og gúllas og ribbæsteikur frá þessu frábæra bíli, fyrirmynda bíli í Norðurárdal. Verið ykkur á góðu, kíkið á matland.is.